Já, Kristján, það tapa mútið Stjörnunni, hvernig fannst þér leikurinn það? Hann var svona ágætur. Ég held við værum kannski að ná jafntefli í seinni hálfleikunum, en það gekk ekki alveg, en vorum óheppnir að fá okkur 2 mörk á 3 mínútum. Það var svona óhappalegt, en Stjarnan var sterkara aðilinn heilt yfir, það engin spurning, en þetta var ágætt að fá að sjá strákana í leika mót svona sterku liði. Árið svona rétt að byrja, hvernig er það komið undan vetri? Við erum ágætir, við erum að safna saman liði. Það er náttúrulega margir af þeim erlendu leikmenn sem spilum okkur í fyrra er ekki með okkur núna og við erum svona að finna nýja erlenda leikmenn og svo erum við að sjá svona hverju verða áfram hjá okkur og hverju kannski þurfa að spila annar staðar með því að fá að spila þessa leiki, þannig að við sjáum bara til. Við erum náttúrulega eins og á þessum ástíma alltaf á eftirliðunum sem eru hérna í sældinni á höfuðborgarsvæðinu. Á ég eftir að sjá mikla breytingar á liðinni þar, já? Það eru töluverðar, já, það er alveg klart. Það komum bara með gáma mönnum eða? Nei, við þurfum bara að safna þeim saman og byrja að æfa svona saman. Þeir eru að tínast inn og komum 3 í gær til okkar, þannig að og einn af þeim bara spilaði 30 mínútur, hinir 2 bara þurfa að hvíldina og þeir koma vonandi inn næst. Þú ert náttúrulega að styrkja lið sem er að fara í Evrópukeppni. Akkurat, og við erum að vinna í því, en já, ekki allir komnir og við erum að vinna í því. Við kannski bætum okkur einum viðbót. Hvað er það sem þú ert að leita helst að? En núna teljum við okkur vera búin að fá þá hafsenda sem við þurfum að fá og framherja og við erum svona að leita leikmann á miðjuna. Gengur það vel að leita? Gengur mjög vel, já. Það er margir leikmenn sem vilja koma, það er bara að velja rétta manni. Hvernig er baklandi fyrir þig? Ertu að fá það sem þú þarf til að styrkja lið sem er að fara í keppa í þessari baráttu? Já, knattspyrnuráðið veit algjörlega hvað þarf og er meðvitað og er að vinna alveg gríðarlega góða vinnu í að fá leikmennina til okkur og við þurfum bara að velja réttu leikmennina og einhvers staðar tökum við sénsa og annars staðar spilum við örugt og þjálfararnir erum að fá gríðarlega gott backup, já.